Halla hefur farið í langa gönguferð, ein síns liðs. Hún stelst upp að Sjafnarflötum, en þangað var búið að banna krökkunum að fara. Ekki nóg með það, heldur hnýtti Halla upp í einn af hestum Hrafngríms á Sjafnarflötum og stalst á bak. Stóðið fældist og stökk af stað. Halla datt af baki, rétt við bæ Hrafngríms Sjafnarflatir, og Hrafngrímur kemur út ógurlega reiðilegur. Snautaðu héðan burt, hreytir kallinn út úr sér. Ég vil ekki hafa nýtsi að fæla þér á minni jörð. Burt, segi ég. Halla nokkra stund að átta sig og reynir að brölta á fætur og stamar eitthvað alveg óvart og fyrirgefðu. Hrafngrímur á Sjafnarflötum illúðlegur. Halla veit að hann vil fá að vera í friði. Hún ekki hrædd en starir á þennan skrýtna mann. Henni tekst að komast á fætur, dustar fötin sín og reynir að segja eitthvað. Eina svarið sem hún fær stingandi augnaráð. Halla hraðar sér í átt að Hvanngili, reikul í spori og þorir varla líta við. Hvað skyldi klukkan vera orðin, hugsar hún við lækinn í Hvanngilinu, þar sem hún reynir að þvo óhreinindin úr andlitinu. Valgerður hlýtur að fara að verða hrædd mig. Ég verð að flýta mér. Hún stiklar niður lækinn í snatri. Hún á langa leið fyrir höndum niður að Hörgsóli. Það mjög farið að Halla degi þegar loksins hún kemst heim að bænum. Halla uppgefin af þreytu og óhreinu og eftir byltuna. Hún svo óheppin að rekast á Geir á hlaðinu þegar hún að koma. Geir kemur út úr fjósinu beint í flasið á henni. Hæ, var Gilitrutt nokkuð að reyna að fljúa fram af klettum, spyr Geir jafn stríðnislega og venjulega, og hann blakar til höndunum eins og vængjum. Þú hefði nú heldur átt að hjálpa okkur í fjósinu. Ég var uppi í fjalli, segir Halla fljótmælt. Heyrðu, dast í lækinn, spyr Geir. Valgerður var annars farin að spyrja þig. Halla hálf hleypur heim að bæ. Flestir bílar kirkjugestir farnir. Halla ákveður að fara upp í herbergi til Guggu og láta Valgerð ekki sjá sig fyrir hún hefur haft fataskipti. Hún skýst upp stigann svo enginn sér til og hleypur beint í fangið á séra Guðmundi sem var að fylgja Guggu gamlu upp á loft. Þeim bregður báðum jafn mikið. Elsku barn, segir séra Guðmund. Fyrirgefðu, segir Halla hálf vandræðalega. En ég sá ekki. Heyrðu, hvað að sjá þig? Hvað kom eiginlega fyrir? Ég datt, segir Halla og reynir að brosa. Þú ert náföl, barn. Er þér illt? Ég veit ekki. Ég held ég fari bara að hátta. Ég gekk svo langt. Prestur tekur axlirnar á Höllu. Hún verður niðurlút. Ég stalst á bak hesti og svo datt ég að baki. Hann var svo reiður. Hver varð reiður? Séra Guðmundur fylgir Höllu inn í herbergið. Það mátti mig dauðlega svíkja, tautar Gugga, og það hnussar í gömlu konunni. Þú hefur gengið of langt, telpa litla. Ég held þú ættir að fara beint í rúmið þína, segir séra Guðmundur, og reyndu að sofna. Halla kinkar kolli. Henni var hálf flökurt og langar mest til að hún væri steinsofnu fyrir löngu. Guð gef ykkur góða nótt, segir prestur og fer. Það mátti mig dauðlega svíkja, tautar Gugga enn. Það hefur löngum verið óhreint á Sjafnarflötum. Vest það á Blóðvelli þar sem bolinn var sefður forðum. En engum manni gerir Sjafni mein nema einu sinni. Þú varst heppin, telpa litla, ekki fór verð. Já, blessaður maðurinn hann Hrafngrímur. Hann hefur víst fengið sinn skerf af mótlætinu. Nú hann þarna einn, blessaður. Halla sofnuð. Guði sér lofað ekki fór verð, Halla litla. 8. kafli. Þetta skemmtilega sumar tók enda, eins og öll önnur sumur. Pabbi og mamma og Katla litla kom að sækja Höllu í sveitina áður en skólinn byrjaði á ný. Katla litla fékk að koma á hestbak á Hörgshóli. Halla teymdi undir henni á hlaðinu. Henni þótti svo gaman að hún vildi helst ekki fara baki aftur.
Halla gleymdi aldrei því atviki þegar hún stalst á bak þeim moldótta á Sjafnarflötum. Hún hefði ekki átt að gera það. Halla gleymdi heldur ekki Hrafngrími, þessum hálgerða útilegu manni sem vildi vera einn. Hann minnti hann á refinn á fjöllunum, refinn sem varð að treysta á sjálfan sig, duga eða drepast. Versti óvinur hans maðurinn sem bruggar honum launráð og vill flæma hann brott úr fjöllunum sem hann býr í. Árin liðu. Halla farin að velta fyrir sér hvað hún ætlar að verða þegar hún verður stór. Hvað hún ætlar að læra. Halla í próflestri. Maður ekki sérlega upplæður til að vera pjattaður þegar prófin eru dag eftir dag. Halla berfætt í gallabuxum, hefur sett hárið í tagl og fætum upp á skrifborð og að berjast við að lesa. Það vor í loftinu og erfitt að einbeita sér. Halla þarf nú víst að fara í einhver betri föt. Hún og Katla ætla nefnilega að hjálpa mömmu sinni sem á von á gestum. Þetta eitthvert boð sem pabbi þeirra og mamma standa fyrir. Gömul skólasyskin þeirra ætla að hittast þar heima og fara síðan út að borða og dansa, eitthvað stúdensamæli foreldra þeirra stelpnanna. Katla komin í laglegan kjól, alltaf hún í að press og kát stelpa. Dyrabjallan. Fyrstu gestirnir að koma. Katla stekkur til dyra. Íbúðin verður við sneisa fulla fólki. Hvernig náðu þessi fjölda að komast inn í stofurnar? Halla líkur við að greiða sér og gestunum fjölgar. Kliðurinn verður meiri eftir því sem fleiri bætast við. Tvær fínar frúr að tala við Kötlu sem heldur á bakka fullum á ostapinnum. Mikið ertu nú orðin stór, Katla. Nei, ég nú ekki sérlega stór, svarar Katla, ekki miðað við jafnaldra mína. Þú átt nú eftir að stækka, segir frúin. Ekki gaman í skólanum? Spyr önnur. Sumt leiðilegt, svarar Katla. Frúrnar nú ekki alltaf ánægðar með svörin og finna ekki fleiri til að spyrja Kötlu. Halla kemur og heilsar gestunum. Mikið ertu nú orðin stór, segja frúrnar. Halla brosir. Ekki gaman í skólanum? Hvað ertu að hugsa að verða þú orðin stór? Halla svarar. Mér kom til hugar að verða lögfræðingur, en það getur nú allt breyst, maður veit aldrei. Samræður halda áfram. Ekki allar yfirmáta gáfulegar. Það engu líkar en betra sé að segja bara eitthvað en að þegja í svona samkvæmum. Almáttugur sjá á manni neglurna þegar maður í gardinum allan daginn. Og það vaksa eintómir andstæðar fíflar í gardinu hjá mér og ég ligg þarna hnjánum til að reyta þá. Hvað maður getur orðið svektur. Halla heyrir þetta með öðru eyranu. Hún nú ekki alveg sammála því að fíflar séu andstyggilegir. Þeir þó íslensk just. Hví skildu þeir ekki mega vaksa í friði? Hvernig gengur með jarðarkaupin, spyr ein frú aðra. Að þið værið að reyna að fá keypt eitthvað örreitis kot. Það kaupa jörð, spyr svo þriðja. Já, afdala kot sem við getum verið með hestana á sumrin. Við erum nokkur saman þetta og svo erum við hugsa að hafa skíða aðstöð á vetuna. Það hefur snjóþungt þarna á hverjum vetri. Hvar þetta? Hvað heitir þessi jörð? Ég man aldrei hvað þetta heitir. Það eitthvað púgóna, flatir, eitthvað. Hún kallar í mannin sinn. Mörður, hvað heitir jörðin? Mörður kemur og skálar við frúrnar. Ægilega þetta spennandi. Þetta eyðijörð sem þið að fara að kaupa? Já, sama sem, svarar Mörður. Það býr að vísu einhver kallar sem að flosna upp. Oddvitinn að reyna að losna við hann stendur ekki skilum kallin og að missa ábúðaréttin. Hvað heitir þessi jörð? Þetta stutt hérna bænum? Þetta heitir víst Sjafnaflatir, svarar Mörður. Höllu brugðið. Hún heyrir út það sér að þau að ræða að kaupa Sjafnaflatir. Það býr þar einhver karl sem að flosna upp. Oddvitinn að reyna að losna við hann. Hann stendur ekki í skilum kallin. Halla starir fram fyrir sig. Getur þetta verið? Halla mín. Mamma hennar að tala við hann. Halla mín, eitthvað aðeins mín? Nei, ég var bara eitthvað við þetta. Viltu athuga fyrir mig hvort Katla búin að bjóða þeim sem sitja í húsbóndaherberginu mín? Dagana næst og eftir þetta
Halla stöðugt að hugsa það sem hún heyrði á tal gestana í boðinum daginn. Próflesturinn heldur áfram. Katla kemur inn til Höllu þótt mamma sé búin að banna henni að trufla Höllu við lesturinn. Hvað ert að lesa núna? Spyr Katla. Mannkynssögu. Hverjir að drepa hverja og hvað ár var það? Æ, Katla mín, segir Halla. Þetta nú ekki nógu leiðilegt? Vinkona mín veit ekkert skemmtilegri en sögu, segir Katla. Það hafa nú ekki allir sama smekk sem betur fer. Halla heldur áfram að lesa. Katla fiktar við eitthvað á skrifborðinu. Veist ekki, Katla mín, að ég heilög kýr og þú mátt ekki trufla mig? Þetta ekki síðasta prófið? Jú, sem betur fer. Veistu hvað, Katla? Ég alltaf að hugsa þetta sem ég sagði þér daginn. Hvað? Að það hefði fengið 7 í reikningi? Nei, ekki það. Þetta með sjafnaflatir. Ertu alveg með þennan hrafnaflókaðinn á heilanum? Já, Katla. Hvers vegna verið að flæma hann burt? Og hvert á hann að fara? Katla, þetta ekki rétt. Það alltaf verið að fjasa einstaklingi rétt einstaklingsins og svo fær einstaklingurinn ekki vera í friði fyrir hinum einstaklingunum. Annars hefðu lögfræðingarnir ekkert að gera, svara Katla. Og hvað væri þá spennandi í mannkynssögunni? Þú ert alltaf jafn stórkostleg, Katla. Segð mér að þú gefur mér ekki gott skap, segir Halla hlæjandi. Ég veit hvað ég geri. Ég hætti ekki að hugsa þetta. Ef Hrafngrímur hefur ekki borgað einhver gjöld, þá á að nóga hestum til að selja, eða það átt hann að minnstakosti þegar ég var í sveit á Hörgshóli. Mörður og frúin hans geta bara farið á 4 fætur út í garðinn sinn og reykt fífla. Sá sem ekki kann að meta fífla ekki þessi verður að koma á sjafnaflatinnar, það þá eiga þær. Mamma þeirra kemur inn. Katla mín, verð ekki alltaf að tala við Höllu. Hún verður búin í prófunum á morgun, þá getið þið talað saman. Það var nú eiginlega Halla sem var að tala við mig, segir Katla, leið og mamma tekur hana með sér út fyrir og lokar. Halla horfir fram fyrir sig, hugsi, einbeitt á svip. Ég skal geta gert eitthvað til þess að þið rekjan ekki af sjafnaflötunum. Þegar skólanum lokið og vorið að breytast í sumar, Halla með út upp í laustur. Hún ætlar að tala við Hrafngrím og vara hann við. En það verður ekki auðvelt.